Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Herðu, þá ætla ég að slá á þráðinn til Akureyrar. Það er hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor, fastagestur hérna í þættinum. Hann hefur alltaf komið hingað við á leiðinni norður, þegar hann er leiðin út í heim. En núna ætla ég bara að hringja í hann. Blessaður Hilmar. Þetta veistu. Herðu, við erum nú talað svona heimsmálin og nú er komin svona nýr átakapunktur sem eru hérna deila, já, bara stríðsátök, einhvers konar, milli Indlands og Pakistan. Af hverju er þetta að springa út á svona sama tíma og við erum með stríðin í miðri Evrópu og ástandi fyrir botni Miðjarðarhafsins virðist vera bara óleysanleg átök og menn er að spá möguleikum átökum í suður Kínahafi. Af hverju kýs þetta upp núna? Er þetta bara stemmingin í heiminum að það er í boði ófriður og þá kýs fólk það? Og þetta hefur verið átakasvæði mjög lengi og það var blossað upp átök öðru hverju síðast 2008, þannig að þetta er ekkert nýtt þarna en það sem er áhyggjuefni náttúrulega það að þetta eru tvö lönd náttúrulega og að Indland er 5 sinnum fjölmennara eða 5-6 sinnum fjölmennara, 1400 milljónir manna. Pakistan er 250-60 milljónir manna, miklu stærra land, þannig að Indland er sterkara land í hernaði, engin spurning með það, og þeir eru að nota hefðbundið vopn núna og þarna er verið að tala hryðjuverkamenn sem réðust á ykkur ferðamenn og svo framvegis, þetta blossar upp. Það sem er áhyggjuefni að þetta eru lönd sem eru bæði kjarnorkuveldi og Pakistan er ekkert síðra kjarnorkuveldi heldur en Indland. Og ef að það verða þarna hefðbundin átök sem blossa og verða óstjórn, sem er ekki hægt að ná niður eða þetta sami sín á milli, þá er þetta hættulegt því að Pakistan er minna landi og ef að Indland fer að vaða yfir það, þá er spurningin hvort að þeir fara að beita kjarnorkuvopnum og þeir eru þeir mun veikara land og svo er bara stjórnarfari í Pakistan frekar veikt og ekki mikill stöðuleiki og það er áhyggjuefni. En það hefur, málið það að Úkraínustríðið hefur tekið svo mikinn tíma varðandi öryggismál og svo það sem er að gerast í Miðausturlöndum kring Ísrael og Gaza og allt þetta hefur ekki fengið mikla umræðu. En það er búin að vera átök alveg síðan 1947. En þetta er áratuga saga þarna. En nú er ekki svo langt síðan að Bandaríkjamenn voru með hernaðar aðstöðu í Pakistan. Ég heldur að það hafi verið alveg fram til 2015. Eru Bandaríkin einhvern veginn tengd öðru landinu frekar en hinu eða hefðu Bandaríkin getað haldið aftur af þessu en eru upptekið við annað eða er eitthvað slíkt í þessu? Ég held að Bandaríkin sjá ekkert voðalega mikla hagsmuni fyrir sig í Pakistan núna. Þeir sem hafa verið að styrkja stöðu sína við Pakistan eru Kínverjar. Þeir hafa verið að byggja veg alveg þvert yfir Pakistan til þess að komast framhjá svo kalluðu Malakka-streit milli Indónesíu og Malasíu, komast þar framhjá til þess að hafa aðgang að Persaflóanum, landleiðina. Þannig að það eru mikla framkvæmdir og hafnarframkvæmdir líka á vegum Kínverja. Kínverjar hafa verið að styrkja sína stöðu í Pakistan. Ég hef mín tilfinning að staða Bandaríkjanna hafi veikst þarna. Indverjar eru í sérstakri stöðu, þeir eru í frekar góðu sambandi við Bandaríkin, þeir eru sæmilegu sambandi við Kína og mjög góðu sambandi við Rússland og það er mjög stórt land og þeir eru raunverulega non-aligned, þeir eru ekki bandalagi raunverulega með neinum, þeir eru raunverulega með öllum einhvern negin og hafa grætt mikið á Úkraínustríðinu þeir eru að fá olíu og gas, þeir eru að fá olíu frá hérna Rússlandi og selja hann svo til Evrópu á háu verði. En það er allavega mín tilfinning er svo að staða Bandaríkjanna sé ekkert mjög sterk þarna og það er líka bara ákveðið vandamál fyrir Bandaríkin þegar að við erum með svona marga hluti í gangi. Við erum með Úkraínustríðið sem engin fyrirsjáanlegur endir á, sem Bandaríkin vilja slakka á því stríði og draga sig út úr því. Svo eru Miðausturlönd og náttúrulega Ísraelar sem vilja ráðast á Íran. Og svo er þetta núna milli Pakistan og Indland og maður sér að Donald Trump, hann segir lítið þetta og allavega Bandaríkin er að draga svo svolítið frá þessu svæði. Þeir telja þetta ekki vera aðalsvæðið. Aðalsvæðið er Austur-Asía vegna Kína, svo er það Persaflóin og svo er það Evrópa einhver leyti ennþá. En þetta svæði held ég sé ekki mjög mikilvægt fyrir Bandaríkin enda eins og segir þeir eru ekkert að gera mikið í þessu.
og vonandi tekst þessu löndum að semja og bara og einhvern veginn að þetta blossi fari ekki út í alveg stjórnlaust stríð vegna þess að þetta eru, eins og ég segi, þetta eru kjarnorkuveldi og annað landi sem mun minna pólitískt það sem pólitísku mikill óstöðuleiki en það virðist ekki stoppa þessu lönd að fara í stríð hvert vegna þó þau séu bæði með kjarnorkuvopn. Það er ímyndið sem með Norður Kóreu og það myndi enginn koma við Norður Kóreu af því þeir eru með kjarnorkuvopn. Í hefðbundnu stríði held ég, en allavega þetta er hefðbundnu stríði allavega enda, en það sem óttast mest. En fyrir Bandaríkin, þá bara takmörk fyrir því hvað Bandaríkin geta verið að mörgum stöðum í einu. Og ég heldur hafi bara ekki að þið geti verið því vilji Bandaríkjanna að draga sig út úr Evrópu, eins mikið eins og hægt bæta samskipti við Rússland og styrkja stöðu sína gagnvart Kína. Og þá er það að koma sér austur Asíu. Og það það sem Bandaríkin vilja gera. Nú stjórnvöld bæði í Indlandi og Pakistan eru það sem við getum kallað svona þjóðernissinnuð. Slík stjórnvöld hafa oft hag af því að vera í einhverjum átökum. Það styrkir aðalkallinn, að einhver vinsældir hans innanlands. Fólk flykkir sér á bakvöðan þegar það er einhver átök við einhvern utanaðkomandi. Kannski bæði stjórnvöldum í Pakistan og Indlandi alveg ósárt það að vera í einhverjum átökum. Já, svo framalega sem þetta verði ekki alveg stjórnlaus átök. Tala nú ekki ef þið fara að beita kjarnorkuvopnum. Alltaf veikara landi gæti farið að gera það ef þetta verður alveg stjórnlaust. En það er alveg rétt að þjóðernishyggja að verða mjög sterk og þetta getur pólitískur leikur ef það er að halda þessu innan einhverja marka. En við vitum náttúrulega hvort það verður hægt. Nei. Og þessi átök hafa verið þarna áratugum saman, þannig að þessar þjóðir hafa sem reynslu af því að vera í átökum án þess að hafa mistið út í stórkostlegt stríð. Já, það virðist vera stjórnvöld í þessu löndum hafi einhverja leiðir til þess að draga úr þegar þau eru mjög hrædd og þegar þetta er mjög ókvæðilegt að þá getur verið að þið finni leið til þess en það er náttúrulega ekkert viti fyrir tvö kjarnorkuveldi að vera í svona átökum en maður verið var við það því það er verið að tala heimsættarstefnu Bandaríkjanna alltaf hreint og svo framvegis að Bandaríkin virðast vilja halda sig frá þessu, segja að þau komið. Donald Trump segir að hann muni koma að þessu og hann geti ekki að hjálpa til en hann ekki svona þannig að hann komi eins og áður var að Bandaríkin komi mjög sterkt inn í að leysa átök og miðla málum milli þessara landa. Já. Fyrir til Úkraínu þar sagði Trump ætla að koma á friði bara leið og hann kæmi að taki við embætti. Það hefur ekki gengið eftir. Svona hans tilraunir til þess að búa til friðarviljun hafa eiginlega bara endaði því að það var Zelenský skrifað undir samning sem að mun færa arðinn af auðlundum Úkraínu einhver leyti til Bandaríkjanna eða bandarískra fyrirtækja. En það er ekkert sem að við erum ekkert nær vopnahlé. Pútín setti á einhliða 3 daga vopnahlé í kringum hátíðahöldin út af lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. En ekki óraunhæft að ætla að við séum eitthvað nær friði í Úkraínu heldur en við vorum bara fyrir ári síðan? Já, ég held að það sé rétt að við erum alls ekki neitt nálægt í að hafa frið í Úkraínu og það er það sem að grundvallar munur á milli landana. Úkraína vill vopnahlé sem alveg skiljanlegt, minna landi, veikara landi sem lendi í vandræðum bæði með vopn og hermenn og stuðningur Bandaríkjanna að þarna. Bandaríkin gera þarna samning að hafa aðgang að auðlindum Úkraínu annars að komi nokkuð sem að kalla security garanti, nokkur á öryggistryggingu. Bandaríkin hafa lýst yfir þetta ekki að senda friðargæsluliða inn í Úkraínu ef þau eru samið frið. Það eru bara NATO hermenn og við ekki koma nálægt því vilja draga sig þarna út til að slökkva á þessu. Witkoff sem að semja fyrir Steve Witkoff sem að semja fyrir Trump, hann aðalega þekktur fyrir fasteignaviðskipti en ekki sem sérfræðingur í alþjóðasamskiptum og virðist vera óalega mikið bara á eigin vegum, hefur sterkt samband til Trump sem að skiptir máli en hann á erfitt með að koma með lausnir. Úkraína vill skiljanlega ekki láta neitt land af hendi en það auðvitað þarf að finna einhverja málamiðlun. Pútín búinn að gera ákveðnar kröfur sem hann vill fá ákveðið land, hann vill að Úkraína verði hlutlaus, að fara aldrei í NATO. Hann vill líka að gjaldeyrisvaraforði Rússland sem hefur tekin af Rússlandi, hann verði skilað og það alveg ljóst að
að stór hluti af þeim gjaldeyrisvaraforða í Evrópu og Evrópa vill ekki semja frið þannig að Úkraína vil láta af hendi land og skuldbindi sig að vera ekki fara aldrei í NATO og að vera algjörlega hlutlaust ríki og náttúrulega Úkraína umsóknarríki að Evrópusambandinu og ef að Bandaríkin það semja þá líka létta viðskiptahindrunum viðskiptaþvingunum og refsiaðgerðum og stór hluti af þessum refsiaðgerðum eru refsiaðgerðir frá Evrópu en ekki Bandaríkjunum. Þannig að Bandaríkin ekki í svona góðri stöðu til að semja fyrir Úkraínu þannig að Úkraína fái tilbaka eitthvað af því landi eða allt land sem er búið að tapa. Þannig að það er ekki góður samningur fyrir Úkraínu. Svo heldur engin trygging fyrir því að þó að Trump hafi einhver slagkraft gagnvart Rússlandi myndi örugglega vilja betri samskipti við Bandaríkin að það hafi mikið slagkraft vegna þess að Trump geti alveg nýtt sér það í þágu sína þágu eða Bandaríkin ekkert endur í þágu Úkraínu. Þú sér það að Úkraína munir að láta hendi þarna aðganga auðlindum, gríðarlega miklum auðlindum, þeir fá ekki mikið í staðinn. Svo er Evrópa einhvern veginn út úr kortinu, hún að tala að setja friðargæsluliða þarna inn sem voðalega skrítið, það gengur erfiðlega að fá fólk til að fá liðsafnað í það. Þetta er aðalega forsætisráðherra Bretlands og Frakklands. Á meðan að það er algjörlega vitað að þetta kemur ekki til greina. Ef þú ert að setja, þú getur kallað þess að menn friðargæsluliða þú vilt. Þetta eru bara NATO-hermenn og það kemur ekki til greina frá Pútín að fara að semja þetta. Því þetta er alveg bara eins og að það verið að leipa Úkraínu inn í NATO bakdyramegin. Þannig að þetta lítur ekki þannig út að það verið samningar held ég á næstunni, alls ekki. Og þó svo ef að Trump vill koma á friði og slökkva á þessu, að þá eru raunverulega viðskiptaþvinganirnar og gjaldeyrisvaraforðinn sem er svona klemma sem að Rússland í og þarf að losna út úr, að það tilheyrir frekar Evrópu. Þannig að þó svo að Trump geti lofað Rússlandi svona betra veðri þar fyrir utan að þá er það líklega ekki góður samningu fyrir Rússland því að það yrði að fljóta með í samningum að þessar viðskiptaþvinganir frá Evrópu myndu hætta. Það sem að Trump hefur hins vegar er að þeir hafa meira og minna fjármagnað og vopnvætt Úkraínu í stríðinu, þannig hann hefur hótunina það að draga það tilbaka. Ekki? Jú, hann hefur dregið stríðinu áfram einn. Trump hefur engan áhuga á þessu stríði. Staðreyndin er svo að Úkraína skiptir ekkert vel miklu máli fyrir Bandaríkin. Hún er ekkert mikilvæg fyrir Bandaríkin. Hann færir þar auðlindir, sjálfgefa málm og eitthvað sem vonandi til þarna og spurningin líka hvað því vonandi fær Úkraína eitthvað hluta þessu líka. En Rússland náttúrulega búin að taka mikið af þess svæðum þar sem auðlindirnar eru. En Trump hann vill bara ljúka þessu og ég held að eitthvað mikil aðstoð frá Bandaríkjunum það sé búið að vera og hann vill fá endurgreitt og hann vísaði það að Evrópusambandið hefði fengið sitt endurgreitt. Ég veit ekki alveg hvernig það er því sem fjárfestingarbanki Evrópu í framkvæmdum í Úkraínu vegna þess að Úkraína er að fara inn í Evrópusambandið, þá eru það lán og eflaust ýmislegt sem Evrópusambandið hefur látið Úkraínu hafa eru lán og þá sagði Trump þeir eru að fá sitt tilbaka, þá vil ég líka mitt tilbaka. En hann vildi svo ekkert gefa í staðinn. Þannig að þetta er náttúrulega afskaplega slæmt fyrir landið. Landið er í rúst. Evrópa hefur náttúrulega lagt til Úkraínu svona vextina af gjaldeyrisvaraforðunum. Þannig að það verið að láti Rússana raunverulega fjármagna stuðningin við Úkraínu að einhverju leyti. Það kannski hann að vísa. Það verið teknir peningar að gjaldeyrisvaraforðu og þetta er auðvitað að gera þetta og mörgum finnst þetta alveg réttlætanlegt vegna þess að Úkraína hefur orðið fyrir miklu tjóni en þetta er líka vekur spurningu stöðu vestrænna banka ef að lönd lenda í styrjöldum eða deilum og þau geta búist til því að alla þeirra gjaldeyrisvaraforði peningar sem þeir eiga erlendis á Vesturlöndum, sem kallar Vesturlönd, Bandaríkin eða Evrópa, að það veri hverfi bara, að þá kemur að því að það verður mjög mikið spurning hvort að lönd vilja að vera að setja sem gjaldeyrisvaraforða í þessa banka og þetta er aðalega eins og ég skil þetta í þessu gjaldeyrisvaraforði í Evrópu og svo er spurningin bætur til Úkraínu vegna þess tjón sem orðið hefur. Ég sé ekki fyrir mér að Pútín og Rússland fari að samþykkja það að fara að borga einhverja bætur. Þannig að þetta er voðalega snúið og ég held að hvort að Bandaríkin er að reyna að miðla málum eða ekki skiptir ekki miklu máli. Þetta heldur bara áfram og ég sé ekki fyrir mér að nein endalok á þessu. Það er líka svo að
það hafi verið hugmyndin hjá Bandaríkjamönnum að semja eitthvað við Rússa og aðaleikinn Steve Witkoff sem er erindreki Donald Trump, semja eitthvað og fá svo Evrópu og Úkraínu til að samþykkja það sem var samið En það er ekki að fara að gerast, það lítur ekki þannig út og í hvers skipti sem ég tala að gefa til eitthvað land, skiljanlega bregðast Úkraínumenn ókvæða við, en auðvitað hætta svo ef þetta heldur áfram þá bara tapar Úkraína meira landi, það líkur á því. Og enda sagði Donald Trump það við Zelenski bara, ef þú heldur áfram með stríði 3 ár, þá enda með því þú tapar öllu. Ég veit ekki hvort það er rétt hjá Donald Trump, en það var alltaf að skilabóð sem hann fékk á Bandaríkjunum að þú ert með þetta slæmstaða sem þú hún getur orðið ennþá verri og við viljum ekki bíða eftir því. En fyrir svona mánuði síðan þá leit út fyrir að hótun Trump væri einfaldlega að draga stuðningi tilbaka og Evrópa getur ekki fyllt í skarðið þannig að þá myndi staðan á vígvellinum einfaldlega versna enn frekar og Rússa bara hægt og bítandi mylja undir sig landið. En með því að gera hana samning auðlindirnar að þá er eitthvað skuldbinding á því að halda áfram stuðningi við Úkraínu og þá eru við kannski frekar að horfa á eitthvað svona endalaust stríð frekar heldur en eitthvað frið í náinni framtíð eða hvað? Já, það verða kannski ykkur áframhaldandi vopnasendingar út á hana samning en það sem Úkraínumenn fyrir að vanta eru hermenn og Bandaríkjamenn hafa sagt að þeir myndi ekki senda inn hermenn í Úkraínu og ekki einu sinni þegar þá verið samið frið og verið friðargæsluliðar. Það er Bretland hins vegar að lofa á Frakkland en þeim gengur hins vegar illa að fá það fjölda hermanna sem þeir vilja kalla friðargæsluliða. Þannig að ég held að Zelenski og Úkraína er að fá einhverja aðstoð sem er frá því að Biden var forseti og fær kannski einhverja viðbót. Ég held að það verði enga stóra sendingar af vopnum frá Bandaríkjunum til Úkraínu úr því sem komið og líka þetta vandamál að það bara hvað ætlar að fá hermenn til að berjast í landinu. Það fer að verða mikið vandamál. Þannig að ég held að það muni halla enda meira og meira á Úkraínu og það er það sem J.D. Vance varaforseti Bandaríkjanna hefur að segja og Donald Trump hefur að segja og ég býst því að þeir hafi það eftir að hafa talað við sína herforingja að það muni halla meira og meira á Úkraínu þessi tími til að semja og reyndar hefði átt að vera bara að semja fyrir löngu síðan við höfum talað það í þessum þætti það hefði átt að semja í mars 2022 en þá voru mjög margir vestræni leiðtogar þeirra skoðunar að Úkraína myndi sigra stríðið með einhverju svona counter-offensive sem átti að vera vorið, sem síðan rann út í sandinn. En ég held að staða Úkraínu er slæm, við vitum það, við sjáum það Úkraína er að biðja vopnahlé, en það eru Rússar ekki að gera. Rússar vilja friðarsamninga, þar sem allar þessar kröfur, að þeir fái þessi 4 óblast frá Krímskagan, þeir fái gjaldeyrisforða sinn tilbaka, þeir fái tryggingu Úkraínu verði alltaf hlutlaus, hún fær ekki NATO, hún hafi lítinn her, og þeir eru að gera þá kröfu að þeir eru vilja ráði þessu svæði mestu leyti, þó þeir kannski taki ekki alla Úkraínu. Ég hef aldrei haft trú að því að taki alla Úkraínu, þeir getur tekið meira af austurhlutanum og það er það sem maður óttast og frá sjónarhorni Bandaríkjanna og frá sjónarhorni Donald Trump þá er langt best að þetta stríð hverfi og að Bandaríkinn getur fara að snúa sér á öðrum stöðum í heiminum aðalega Austur-Asíu og Kína sem eru miklu mikilvægari og það er það sem Donald Trump vil gera og svo vil Donald Trump draga Bandaríkinn út úr ýmsum deilum og styrjöldum og átökum út allan heim og við sjáum það alveg í viðbrögðum þegar blossa upp átök milli Pakistan og Indlands að hann vill helst ekki koma nálægt. En hann virðist ekki hafa náði í gegn sem hann taldi sig geta náði í gegn með því að hóta að draga stuðning við Úkraínu tilbaka, að fá Úkraínu til þess að kyngja þeim skilmálum sem hann myndi semja við Putin og hann gæti og Evrópa yrði bara að sætta sig við orðin hlut. Það virðist vera að hann sé ekki að ná þessu meðal annars vegna þess að Evrópa er ekki til í að fallast á þetta, er ekki til í að fallast á það að Úkraína gefi eftir land, þó að Zelenski hafi sagt það einu sinni eða tvisvar að það væri hægt að skoða það.
Þannig þessi svona hugmynd Trump að geta slökkt á þessu stríði í ljósi þess að þeir Bandaríkjamenn hafa raunverulega haldið í gangandi með vopnastuðningi og fjárhagslegum stuðningi, að það bara ekki að ganga upp. Þannig að þetta bara orðin einhver svona klemma sem óleysanleg og mun bara halda áfram og kannski mun það eitthvað breytast með því að ef úrslitir ráðast einfallega á vígvellinum, ef að Úkraínumönnum heldur áfram að blæða út og þeir hafi raunverulega ekki mannafla og getu til þess að verjast sókn Rússa, þá náttúrulega á endanum mun kannski Úkraína og Evrópa endurskoða afstöðu sína. Já, sko, ég held að auðvitað við sem hann sagði það í kosningabaráttunni að hann myndi bara leysa þetta með einu símtali á einu degi og auðvitað við sem það var algjörlega óraunhæf hugmynd og þetta miklu flóknara mál heldur en að hann vildi vera að láta og eflaust hefur hann einhver lítið vita það en það miklu flóknara og aðalsamningamaður hans ekki minna en sérstaklega reynslu í alþjóðasamskiptum og hann hefur látið ýmis orð falla að Putin sé great guy og hann sé frábær náungi og hann sé afburðagreindur og svona sem hefur fallið í grýttan jarðveg og gefið í skyn að Úkraína þurfa að láta hendi land og tala fyrst Krímskagan og þetta eitthvað sem Evrópumenn vil ekki heyra og Úkraínumenn vil ekki heyra, þannig að allar þessar tilraunir þær eru tilgangslausar og svo sagði líka utanríkisráðherrann fyrir nokkru utanríkisráðherra Bandaríkjanna að þeir myndi ekki halda áfram að fljúga allan heim og alls konar fundi til að semja þetta ef það væri ekki samningsvilji. Þannig og svo líka bara utan það skiptir þetta ekki miklu máli fyrir Bandaríkin og þetta svæði. En Hilmar, með því að gera samningin auðlindirnar þá eiginlega Trump að gera þetta svolítið af sínum átökum. Að ég meina ekki getur hann gert þennan samning og svo bara dregið tilbaka hernaðarstuðning. Hann vil alveg ekki Úkraína hrynji alveg, en hann vil ekki leggja mikið í þetta peningum og hann vil ekki senda neina hermenn og heldur enga friðargæsluliða, það liggur alveg fyrir og þeir tala að Úkraína fari ekkert inn í NATO og svo framvegis og hann vil örugglega ekki Úkraína hrynji alveg, en það eru takmörk fyrir hvað hann vil gera mikið og ef að auðlindirnar eru að stórum hluta á svæðum sem Rússar ráða þegar yfir og Úkraína tapar ennþá meira, þá verður kannski þessi samningur ekki svo verðmætur. En hann búinn að fá sitt í gegn, þess að hann fær samningin, þannig að hann nokkra líkur á því að hann geti náð tilbaka allavega stórum hluta því sem Bandaríkin hafa látið af hendi og það þýðir ekkert að fara að lána Úkraínu og búast við að fá endurgreiðslu næstu áratugina. Hagkerfið algjörlega í rúst og það sem merkilegt að Úkraína þegar að stríð hófst þá voru opinberar skuldir Úkraínu svona cirka 60% af vergri landsframleiðslu sem það sem Evrópusambandið gerir kröfu, þetta var álíka staða og bara góð staða, skuldastaða opinberar skuldir í Úkraínu þegar stríðið hófst. Núna þetta náttúrulega bæði það því að þetta margt sem hlutfall að segja heilt opinberar skuldir sem hlutfall að vergri landsframleiðslu að þarna hefur skuldirnar aukist stórkostlega mikið og á sama tíma hefur vergri landsframleiðslu algjörlega hrunið. Þannig ef einhver ætlar að fá endurgreiðslu frá Úkraínu þá þarf það að fara í gegnum einhvers konar eigna yfirtöku, auðlinda yfirtöku því landið hefur enga burði til þess að greiða skuldum mjög lengi og það verður ekki til sko, ríkissjóður mun ekki hafa fjármuni til þess að reka grunnþjónustu í Úkraínu á þess að fá aðstoð frá utanaðkomandi aðstoð. Þannig að hann búinn að ná sínu fram, þau kallar þetta the art of the deal, sko, að ná sínu fram, fá sitt endurgreitt, það er allavega tölulega líkur á því að hann nái að fá verulega mikið endurgreitt, án þess að þurfa að láta mikið í staðinn. Og ég held að Trump myndi ekki vilja sjá Úkraínu falla alveg í sinni forsetatíð og ég held að sé ekki mikla líkur á því, en það eru líkur á því að Úkraína eftir að þurfa að láta undan síga í framtíðinni. Nema það verði einhverja breytingar í Rússlandi, ég veit það ekki, það er auðvitað lækkandi olíuverð hefur áhrif í Rússlandi og það getur verið einhverju tímapunkti vilji Putin endilega ljúka þessu stríði. En eins og staðan í dag þá telur hann sig hafa yfirburðastöðu, hann telur sig vera að sækja og sama segir Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands og þess vegna vilja þeir ekki neitt vopnahlé, þeir vilja fá friðarsamning sem að er einhver varalegu samningur en ekki eitthvað sem getur blossað upp að önnur átök og á þeim tíma verði hægt að
að þjálfa fleiri hermenn, afla vopna eins og gert var þegar Minsk-samkomulagið voru gerða. Þá voru þau notuð sem leiddi þess að vopnavæða Úkraínu og þjálfa hermenn og síðan blossaði stríð út og gerði Pútín þessa innrás sem var að við vitum ólögleg. En þessi samningar þar sem að Trump fer fram á auðlindir, vil bara fá borgað, minni svolítið á myndbandi sem hann birti af Gaza, þar sem að leit út þessu draumsýn það að þegar væri búið að rekja Palestínumenn frá Gaza, þá væri þetta að byggja þarna upp eitthvað svona Atlantic City með einhverjum Trump spilavítum og eitthvað fleira, og ég held að Elon Musk hafi líka verið að baða sig þarna í peningum sem að féllu af himnum. Þetta hljóma svolítið svona sem skrítin utanríkisstefna. Þetta eins og að þetta sé bara eins og fyrirtæki í útrás í fjandsamlegri yfirtöku að sækja sér einhver hráefni og fleira sem að þarf til þess að geta vaxið. Var þetta kannski alltaf svona, og það bara á tíma Trump verður þetta svona augljósara og ekki eins falið eins og áður var, eða þetta stefnubreiting í utanríkisstefnu Bandaríkjanna? Ég held að Trump sé tímabundið mál, sko. Hann náttúrulega verður ekki til eilífðar. Þetta er náttúrulega mjög ólíkt því sem maður hefur séð áður. Og það er náttúrulega fáránleg hugmynd að Gaza-svæðið sé tekið yfir og gert, og Witkoff er það líka, Steve Witkoff fasteignasali er það líka, aðalmaðurinn að semja. Og hann sér þetta sem að viðskiptatækifæri í fasteignaviðskiptum, en hann er sérfræðingur í fasteignaviðskiptum. Hann sér allt þannig. En þetta er alveg fáránleg hugmynd. Öll Arabríkin hafa sett sig á móti þessu, og til þess að koma Palestínumönnum út þá er annaðhvort að drepa þá á svæðinu sem þetta er verið að gera í stórum stíl, en það er líka þarf að koma inn í Egyptaland, landamæri við Egyptaland, að koma þeim þar út, en þeir vilja ekki fara þar út. Og Ísrael hefur ekki náð að vinna sigur þarna. En þó þetta hljómi fáránlega, þá er verið að framkvæma þetta. Það er komin auka herafli inn á Gaza til þess að hrekja fólkið suður eftir, til þess að yfirtaka landið, og þeir ætla að vera þar. Þannig að þetta hljómar allt eins og sé verið að framfylgja með blessun allavega frá þessum fasteignasölum í Hvíta húsinu. Og það vekur líka athygli hvað Evrópa er hljóðum þetta, og það meiri svo sem lönd í Evrópa sem má helst ekki gagnrýna þetta. Þannig að sko Evrópa hefur ekki hreinar hendur heldur, en náttúrulega er þetta alveg skelfilegt ástand. En Ísrael náttúrulega búið að vera það í stríði lengi og þeim hefur ekki tekist ennþá að vinna Hamas. Og ég er ekkert þannig að sjá það að þeim takist þetta. Það getur vel verið, auðvitað verður mannfall, en ég er ekkert þannig að sjá þetta takist, og þetta er algjörlega óraunhæfar hugmyndir, og þetta hefur enga stuðning hjá Araparíkjum. Þetta mun ekki bæta samskipti Bandaríkjanna og Araparíkjanna, þetta mun gera stöðuna ennþá verri. Ég er ekki fann að sjá, auðvitað er þetta fáránlegar hugmyndir og maður trúir ekki að þetta verði að þessu. En það er ekki bara Bandaríkin, þú veist hvernig þetta er í háskólum í Bandaríkjum, það má ekki gagnrýna þetta í háskólum í Bandaríkjum, bara að taka málfrelsi þar af. Akademískt frelsi líka. Rektorinn í Kólumbía hringdi nú bara í lögguna í New York og til þess að hreinsa háskólalóðina af þeim sem voru að mótmæla þessu. Já, þetta er búin að vandræði, Harvard hefur orðið fyrir miklu njaski. Við reynda staðið betur í lappirnar en Kólumbía gerði allavega fyrst, og University of Pennsylvania, þetta eru mjög öflugir háskólar í Bandaríkjunum, og en þú varst að tala um Donald Trump, ég held að þetta ástand sem við erum að tala ég vil ekki fara að afskrifa Bandaríkin alveg þó að þetta sé svona núna, vegna þess að ég meina við erum búin að vera í NATO síðan 1949 og við erum búin að vera með varnarsamning í Bandaríkjunum síðan 1951, og okkur hefur yfirleitt gengið mjög bara sæmilega að vinna með Bandaríkjunum. Það hefur verið munur á skoðunum allt það, og Evrópu hefur gengið sæmilega að vinna með Bandaríkjunum. Ég held að þetta tímabil þessi næstu tæp 4 ár sem eftir eru kjörtímabil Trump, við mögum ekki fara að líta á að það sé það sem verður all framtíðin. En þetta er náttúrulega ástand núna er ekkert gott, ég alveg játa það, og það er mikil óvissa. Þú telur ekki vera tímabært að endurskoða varnarsamningin, eða hvort að við getum verið við varnarsamning við land sem að forsetinn segist alltaf mögulega að beita hervaldi til þess að taka Grænland, og svona, ég held að hann vildi það nú ekki í þessu viðtali, hafnaði alfarið að nota herna til þess að taka Kanada, hann sagði að það bara var ólíklegt. En það er ekki ólíklegt að noti herna til þess að taka Grænland, sko.
Nei, en það má kannski segja það að hann alltaf sjá til taka Grænland, taka Ísland, hvað það væri. Taka Grænland, hann alltaf með herstöð á Grænlandi. Og það þarf ekkert mikið margar flugvélar með hermönnum og vopnum til að taka við Grænland hvenær sem og ef það átök á þessu svæði þá myndi Bandaríkjamenn taka við Grænland og Ísland hvort þið það myndi ekkert spyrja neitt að því við vorum hernum inn í seinni heimsstyrjöldinni og vorum ekki spyrjað álits. Það skrítið að vera með varnarsamning við þann sem með svona yfirstandandi hótun að taka landið. Að vera með Já, ég meina það því að Danir hafa boðið Bandaríkjamönnum að vera með meiri aðstöðu á Grænlandi og við til dæmis vandamáli hér á Íslandi undanfarna áratugi hefur verið það að Íslendingar, stjórnvöld hér og ég hef sjálfur tekið þátt í, hafa sagt við Bandaríkin að það sé ekki nógur viðbúnar á Keflavíkurflugvelli til að verja landið, til dæmis engar fasta loftvarnir. En okkar þrýstingur á Bandaríkin hingað til og undanfarna áratugi hefur sá að við viljum meiri viðveru og ég veit að það eru skiptaskoðanir NATO og skiptaskoðanir varnarsamninginn en okkar samskipti við Bandaríkin hafa gengið sæmilega og nýttust okkur til dæmis þegar við vorum að færa út landhelgina að gott við nýtt okkur þrýsting í NATO í kalda stríðinu og gagnvart Bandaríkjunum þennan tvíhliða varnarsamning en við höfum ekki verið að ýta Bandaríkjunum hérna út og Danir hafa boðið þeim meiri aðgang að Grænlandi en það sem að Trump náttúrulega líka að hugsa mikið eru auðlindir sem hann vill eignast og hann náttúrulega með því að taka landið yfir þá getur hann gert það. En ég meina, ég vil ekki trúa því að næstu Bandaríkjaforsetar verði endilega svona og ég ekki fann að sjá það að auðvitað getur Trump ekki tekið Kanada með hervaldi. Ég held að það væri fáránleg hugmynd þannig að Kanada töluvert öflugt land hernaðarlega séð. Þetta eitthvað 40 milljónir manns, eitthvað töluvert land og vel vopnað og þannig að ég held að það sé algjörlega útilokað ef að Kanada með standa gegn því þá myndi hann ekki leggja í það. Það meira spurningin hvað hann myndi gera með Grænland og Grænlendingar vilja sjálfstæði og við vitum hvernig það var. Þegar Ísland var sjálfstætt ríki 1944, þá voru það Bandaríkin sem voru fyrsta landi sem að viðurkenndu Ísland og þau voru þá leið buðu okkur á Bretton Woods-fundinn bara hálfu mánuði eftir að við viðurkenndu sjálfstætt Íslands til að tengja okkur inn í alþjóðakerfið, alþjóðabankann, alþjóðagjaldeyrissjóðinn og síðan fórum við inn í NATO og síðan kemur varnarsamningur í 51. Að það alveg ljóst að þau studdu Ísland en þau vildu fá eitthvað í staðinn fyrir það. Þetta náttúrulega það ekki spurning að þú ert með varnarsamning við ríki eins og Bandaríkin að þá ertu ekki algjörlega með sjálfstæða utanríkisstefnu. Þú verður að vinna ákveðna hluti í samvinnu við viðkomandi ríki. Þannig bara heimurinn. Og þetta hefur yfirleitt gengið sæmilega vel en það spurningin núna með Trump ákveðin óvissa. Ef Ísland kemst á dagskrá hvað hann mun fara að segja Ísland. En ég meina við vitum að hann var forseti áður og hann var ekki á þeim tíma að gera kröfur að yfir á auðlindum hér eða yfir á Íslandi umfram það sem hann hefur í gegnum varnarsamninginn og umfram það sem við erum skuldbundin að veita Bandaríkjunum og NATO ákveðna aðstoð á Keflavíkurflugvelli og þeir hafa það og við höfum verið að segja að við viljum meira, við viljum hafa fasta loftvarnir, við viljum meiri viðbúnað og þeir hafa ekki viljað það í sparnaðarskyni og líka vegna átaka út allan heim þurft að nota vopn annars staðar. Og þú telur ekki vera tilefni þótt að Trump hegði sér undarlega og sem bara hættulegar yfirlýsingar og mörguleyti andstyggilega stjórnarstefnu innanlands að það sé ekki tilefni fyrir okkur þar sem að við erum áraðasöðu Bandaríkjanna að vera að skella hurðum eða eitthvað slíkt. Að við verðum að sætta okkur við það að við búum í nábýli við þetta stórveldi. Það voðalega mikil alið að ótta við Rússland sem við höfum aldrei verið í sérstökum deilum við og svo Kína. Ég held að Kína og Kínverjar og Rússar líti á að við séum áhrifasvæði Bandaríkjanna. Ég hef ekki mikinn áhuga á því að hasla sig völl ég efast það. Það allt annað með Noreg. Til dæmis Noreg eru með Norðurlandamæli við Rússland og það eru deilur út af Svalbarða og svo liggur efnahagslega Noregs að Rússlandi. Þannig að Noregur til dæmis við erum í miklu betri stöðu eftir Noregur þessu leyti landfræðilega. Talan ekki Finnland sem er 1300 km austur landamæri við Rússland sem er mjög erfitt, náttúrulega svo sögulega sé búið að vera mjög erfitt. Ég held að Finnland hafi tapað 10% í sínu landi til Sovétríkjanna í seinni heimsstyrjöldinni. Og svo meira þess að lönd eins og Svíþjóð og Danmörk sem liggja í Íslandssaltinu þar sem að Rússar að hasta sér meira og meira völl. Þau eru í miklu meira hættu. Var þetta varnarsamningin? Nei, ég myndi ekki koma nálægt í að breyta varnarsamningnum. Vegna þess að ef þú fyrir að tala við svona fastindarsalar eins og Donald Trump
það að fá ykkur að varnir og fá þetta og þetta í ykkur samning, þá fer hann, það fyrsta sem kemur upp í höfuð á hann, hvað ætlar þú að borga fyrir þetta? Og þið er að borga fyrir þetta. Og ef íslensk stjórnvöld fara að tala um að breyta varnarsamningnum, sem ég held að sé hann er bara rammasamningur, mjög almennur, að fara að breyta honum, að þá er eins gott að menn séu tilbúnir að setja það inn í fjárlögin. Fjárlög heimildir til að borga 10 eða 100 milljarða á ári til að hafa það sem er á Keflavíkurflugvelli, sem kostar mikla peninga, en í augum Trump er þetta smáaurar. Ég meina, Ísland er ekki það stórt, þetta er ekki stóru peningar. Hann hefur mjög skamman tíma til að gera, ef hann ætlar að gera einhverjar róttækjabreytingar, hann hefur skamman tíma til þess, hann mun horfa á stærstu bitana, ekki litlu bitana, og við eigum ekki gefa neitt tilefni til þess að endurskoða varnarsamninginn sem er alveg skýr, og það eru gerð svokallað agreed minute eða samningur, allavega þegar ég var í utanríkisráðuneytinu, þá gerður alltaf reglulegu samningur um það hvað eigi að vera á Keflavíkurflugvelli til að verja landið, því það er síbreytilegt hvað þarf til að verja land eftir því hvernig þú metur aðstæður og eftir því hvernig tæknin breytist. Og Bandaríkin hafa verið að auka sinna viðveru á Keflavíkurflugvelli, þeir hafa verið að gera breytingar á uppfæra tæknina sem þarna er, og það eru kapótavélar þarna, það eru ekki F-16 eða F-35 orðsins nema bara öðru hverju, en það er viðbúnaðar þarna og Landhelgisgæslan er hluti af þessum infrastruktúr sem tengist síðan NATO. Ég sé ekki ástæðu að við séum að fara að tala við Donald Trump um það að við viljum, eða forseti Bandaríkin, við viljum fara að endurskoða þetta, því það verður alveg, og svo kemur líka, ef þú ferð með heimasíðu NATO og verður að skoða framlög landa til NATO, þá er Ísland ekki á listanum. Ef að Donald Trump er að fá að sjá lista yfir því hvað lönd er að borga í NATO, þá, ef þú ferð með heimasíðu NATO, þá er Ísland ekki á listanum, við allavega ekki síðast ég gáði, Ísland er ekki með her. Og við viljum ekkert fara að auglýsa það í Hvításunni núna að við séum ekki að leggja eitthvað áherslu á það að við séum ekki með her og við séum ekki að borga 2% eða 5% eða hvað það er. Þannig að ég sé ekki að þú viljir rugga bátnum þegar báturinn er nokkuð stöðugur. En auðvitað náttúrulega ef að það verður fara að þjarma á okkur þá verður þau náttúrulega að bregðast við. En varðandi Grænlendinga, auðvitað hefur maður áhyggjur af því, en Grænlendinga hafa viljað sjálfstæði og við vitum það algjörlega, það er algjörlega ljóst að þegar Ísland var sjálfstæði, hvort sem okkur líka það betur að vera, 44, að við vorum mjög í sambandi við Bandaríkin. Okkar pólitíska samband við Bandaríkin var miklu sterkara heldur en samband Norðurlandina. Það var aðalega menningarlegs eðlis, í menntamálum, menningarmálum, við tölum skild tungumál, við höfum skilda menningu, við höfum ákveðins hluti sameiginlega sem skipta miklu máli, en þegar að koma pólitískum deilumálum eða einhverjum mála sem við Ísland þurfti að fá eitthvað í gegn, þá langstærsti bitinn var landhelgisdeilan, þá skiptu Bandaríkin okkur gríðarlega miklu máli og þegar kalda stríðið stóð, þá var auðvelt fyrir íslenska ráðamenn að koma í beint samband við Hvíta húsið eða þurfti eitthvað aðstoð eða ráðherra Bandaríkjanna, og þegar ég var sjálfur aðstoð með utanríkisráðherra fyrir rúmlega aldarfjórðungi, þá var ekkert mál fyrir utanríkisráðherra Íslands að fara inn á fund við varnarmálaráðherra Bandaríkjanna eða utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Og Grænland, ef að Grænland er að fá sjálfstæði, þá þurfa þeir bakhjálp. Þeir eiga enga möguleika að verja landið, þeir eru 60.000 manns og landið, þetta eru yfir 2 milljónir ferkílómetra, þetta er risastórt. Og Danir hafa heldur enga burði, þeir hafa ekki einu sinni burði til að verja sjálfan sig nema skamman tíma á þá er þeir ráðist. Hvað það er ætla að fara að verja Grænland? Þannig að Grænland verður að vera í nánu sambandi við Bandaríkin. Saman með Ísland, við erum vopnlaus þjóð, hver ætlar að verja okkur? Ætlar Frakkar að fara að verja okkur, eða Þjóðverjar? Það er hlægilegt, eða Norðurlöndin? Og það er líka annað, það að Norðurlöndin sé komið sameiginlega flugferð, Norðurlöndin sé komið sameiginlega þetta og þetta. Þessi lönd fýstrast öll í sína áttina ef eitthvað kemur fyrir. Við sáum í seinni heimsstyrjöldinni, þá tóku Þjóðverjar tóku Danmörku og Noreg, Finnland barðist eitt fyrir Sovétríkin, Svíar voru hlutlausir, við vorum teknir yfir að Bretum og síðan Bandaríkjunum. Þessi lönd hafa ekki mjög mikið að segja í miklum átökum, eða verður heimsstyrjöld eða mjög mikil átök. Þannig og að halda það að Danir fara að senda hérna einhvern stóran her til að verja okkur gagnvart Rússum, ég finnst það bara broslegt. Þannig að við, ef við ætlum ekki að vera í sambandi við Bandaríkin, hver á þá að verja okkur?
Og það verður ekki held í Evrópusambandið og ekkert Evrópusambandsríki. Evrópusambandið samband af 27 þjóðríkja sem allar eru með mismunandi stefnu, mismunandi stefnu og við sjáum það bara þegar að tala friðargæslulið fyrir Úkraínu sem er algjörlega óraunhæft en þá gengur þau mjög illa að safna saman einhverju liði sem myndi skipta einhverju máli í friðargæslu í Úkraínu. Þannig að ég alveg sammála, ég skila því sjónum hvert varnarsamningnum og hvert NATO gagnrýnin og ég hef engan áhuga því ég vildi að þau höfuð að vera með hér. En ef ég skoða stöðuna, eins og hún er núna, að þá er þetta það skásta sem við getum verið með. Því þetta er eina landið sem myndi hafa burði til að vera í okkur ef okkur er ráðist. Og það er ekki endilega vegna okkar hagsmuna. Það er vegna þess að þeir hafa beina hagsmuna því. Þeir vilja ekki sjá önnur stórveldi inn á þessu svæði. En eins og ég sagði áðan, að þá eru, held ég, bæði Rússar og Kínverjar líti á okkur áhrifasvæði Bandaríkjanna, en það er líka gegn allt þessi máli með landið svo Finnland eða Eystrasaltsríkin, jafnvel Noreg, jafnvel Svalbarða, þá lítur Rússland að þetta sé þeirra áhrifasvæði. Þannig að okkar öryggisstaðir er allt önnur. Þessi blekking að líta svo á að okkar öryggishagsmunir þeir sömu og Finnlands eða Eystrasaltsríkjanna. En þín ráðlegging til íslenska stjórnvalda er ekki hringja til Washington. Og helst ef að Washington hringir að ekki taka síman alveg strax, ekki bara nema algjöri neyð. Því að það getur verið hættulegt að vera með einhver svona samninga við fasteignasalann í Washington. Já sko, það var gerð einhver könnun nýlega hvað Íslendingar hefði mikinn áhuga á því að stofna her, eða ekki? Jú. Og það var ekki mikið stemning fyrir því. Nei. Og þegar Ísland er að kaupa vopn og senda til Úkraínu, þá er ekki mikið stemning fyrir því, eða það? Nei. Þannig að ég held að ef við höfum að tala við Trump, þá fyrir hann að þú sér það bara, ef hann fer til Suður-Kóreu eða ef hann fer til Japan, hvað segir hann við stjórnvöld fyrst? Þið verða að borga meira. Þannig að sko, ef að stjórnvöld verja svona 250 milljörðum í varnir og hernað. Ef að stjórnvöld í Íslandi vilja fara að borga, stofna íslenskan her eða borga risa upphæðir fyrir það sem gerast á Keflavíkurflugvelli, að þá geta þau mín vegna hringt í Trump. En ef þú telur stöðu landsins sæmilega, ég sjálfur álíta líkurnar á því að Rússland sé að fara að ráðast á Ísland séu mjög litlar. Þeir eru uppteknir á öðrum svæðum og við erum langt í burtu frá þeim átakalínum. Rússland og Sovétríkin áður hafa alltaf vilja hafa buffer state á milli sín. Alltaf vilja það. Alltaf vilja hafa lönd á milli sín sem er kallað buffer state. Og það getur vel verið að það sé ósakjöld krafa og það getur vel verið að þeir hafi ekki rétt á því að hugsa svona en þeir hugsa svona. Og þeir líta ekki okkur á því svæði, hins vegar eru Norðurlöndin sem eru miklu nærri þeim og Eystrasaltsríkin, þau eru klárlega á þessu svæði og það er miklu viðkvæmari staða. Fyrir utan það að fara að taka löndin í NATO eins og Úkraínu, þar sem er landamærin við Rússland, eru stór hluti byggð Rússum, sama vandamáli í Eistlandi og Lettlandi. Þú ert að taka inn í NATO lönd, þar sem stór hluti íbúana sem liggja austurlandamærin Rússlands, þetta eru Rússar. Og þess vegna, sko, ég hef alltaf haft efasemdir stækkun NATO og sérstaklega varðandi Úkraínu og Georgíu vegna þess að þarna þú ert að tala um þjóðveldisátök og þjóðveldisstefna verður mjög hörð og þegar fólkinu er bannað að vera að draga úr möguleikast til þess að rækja sína siði og tala sitt tungumál og börnin þess læri sitt tungumál, þetta verður ofsalega heift þarna og það sem við gerum með því að stækka NATO í þessu átt, það er mjög hættulegt. Og þetta er þessi sem við buffer state. Við höfum áður talað um það að lönd eins og Víetnam sem eru með landamæri að Kína, þau skilja alveg þessa hugmynd Kínverja. Þeir vilja líka hafa svona hlutlaus ríki í kringum sig sem er ekki í beinu bandalagi við Bandaríkin. Og þess vegna hafa þeir verið með hlutleysisstefnu, ekki vilja tengjast neinu beint og við sjáum það að Kínverjar styðja Norður-Kóreu mjög mikið. Hvers vegna? Því þeir vilja hafa buffer state á milli sín og Suður-Kóreu og það er tugir þúsunda hermanna eftir sér besti á Bandaríkjunum í Suður-Kóreu og Kínverjar vilja ekki sjá að fá þetta landamæran hjá sér og þess vegna styðja þeir Norður-Kóreu til að hafa hann á milli sín. Stórveldi hugsa svona. Það getur vel verið að þeir ekki gera það, þau hafa ekki rétt til þess að þeir eru svona. Og varðandi okkar dæmi þá erum við buffer state, við erum milli meginlands Evrópu og Bandaríkjanna og Bandaríkin hafa engan áhuga því að fá okkur áhuga að segja eitthvað annars og svona er klárlega Grænland komið inn á svæði sem verða átakasvæði
það öryggismál Grænlands var gjörbreyst. Kínverjar, og eins og Trump segir, það allt orðið fullt af skipum, kínverskum og rússneskum skipum á norðurslóðum og þá hafa Bandaríkin miklar áhyggjur og þá náttúrulega lendir Grænland í vanda. En það spurning hvort að Grænlendingar geta gert það sem við gerðum var það að verða sjálfstætt ríki, halda góðum samskiptum við Norðurlöndin sem við gerðum en við vorum í mjög nánu pólitísku samstarfi við Bandaríkin. Og það engin vafi á því að Bandaríkin vegna eigin hagsmuna, ekki vegna endilega vegna okkar, vegna eigin hagsmuna, þá studdu þau okkur í pólitískum málum þegar við þurftum á því að halda. Ég nefndi eitt stórt dæmi, það eru mörg önnur dæmi vegna þess að þau vildu hafa sæmilegan frið veru sín á Íslandi. Enda, ég meina, og þannig að ég held að við erum að hafa þetta í huga, sko, en að fara, sko, það alveg rétt að, sko, Danmörk og Bandaríkin, Danmörk og það Danmörk með varnarsamningu við Bandaríkin og svo í NATO og svo náttúrulega Grænland hluti af þeim samningi, þannig að Grænland verið líka í NATO, þetta sem ég skil að Grænland líka í NATO, að fara að ráðast á Grænland held ég að sé væri skrítið fyrir Bandaríkin því Grænland vill lýsa yfir sjálfstæði, þeir eru búin að semja sinni eigin stjórnarskrá og það þarf að hjálpa þeim að fá þetta sjálfstæði og það getur vel verið að því myndi fylgja einhverju viðskiptasamningar við Bandaríkin og önnur lönd. En ég held að það sé ekki nauðsynlegt endilega að verði hernám þarna, en ég meina það væri mjög lítið mál fyrir Bandaríkin að hertaka Grænland eða Ísland bara á einhverjum klukkutímum ef þeir vildu það. Ég meina það er bara þannig því miður. Mér langar að draga til Evrópu. Þar búið að vera að tala það í mörg ár að það vanti pólitíska forystu, alveg síðan að Merkel leta völdum. Nú komin nýr kanslari í Þýskalandi, Merz, hann var að byrja bara núna í vikunni og hann byrjar á því að heimsækja París og Varsjá, eins og hans hugmyndin sé þá að byggja upp einhvers svona ás í Evrópusambandinu og það sé hlutverk hans sem kanslara Þýskalands. Ég veit að það krafa Þjóðverja að kanslarinn sé ekki bara stýri innanríkismálum í Þýskalandi heldur sé það bara hluti af því að vera kanslari í Þýskalandi að vera helsti ráðamaður í Evrópu til þess að Evrópa geti verið sameinuð með einhverjum hætti. Heldur að þetta sé vinnandi vegur fyrir hinn nýja kanslara að búa til ás sem að sögulega var þetta alltaf Frakkland, Þýskaland sem var svona stólpinn í þessu en núna finnst mér að vera svona ákveðin yfirlýsing að fara til Póllands á sama tíma að ásinn þurfa að ná aðeins austar í Evrópu vegna breytingar á Evrópusambandinu og kannski stöðun í Evrópu. Heldur að kanslaranum takist að sameina Evrópu einhvern veginn, þannig að hún sé svona meiri heild í þessum síbreytilega heimi? Varaforseti Bandaríkjanna sagði nýlega að hann vildi ekki að Evrópuríkin væru svona einhver svona leppríki, vassal states, sko, sem hefði ekkert raunverulega getu hernaðarlega og þau getur staðið í lappirnar vegna þess að Bandaríkin er farin að óttast Kína og vilja koma sér í burtu. Og þá kemur forseti Frakklands, Macron, hann hefur verið að reyna að gera sig gildandi, forsætisráðherra Bretlands að reyna að gera sig gildandi í Úkraínustríðinu með því að koma friðargæsluliða. Þýskaland náttúrulega öflugasta hagkerfið en með mjög lítinn her, sama Frakkland og Bretland líka með litla heri. Þeir eru ekki nægilega stórir til þess að geta verið í stríði við Rússland. Alls ekki nógu fjölmennir og þeir hafa ekki verið, uppbygging hefur ekki verið þann mikil. Vandamálið við Evrópu það að þegar þessi lönd hafa verið ein og sér þá hafa þau farið að keppa sín á milli og við sáum 2 heimsstyrjaldir sem tengdust því þegar Frakkar og Þjóðverjar fóru að berjast. Þannig að það vandamálið að Bandaríkin draga sig alveg út og ég veit ekki hvort ég gera það alveg að þá verði þessi lönd að fara að keppa, þetta er náttúrulega Evrópusambandið 27 þjóðríki, þessi lönd fara að keppa sín á milli og það ákveðin hætta fyrir Evrópu til lengdar. En það ljóst að þessi lönd ætla sér núna að fara að taka sér tak og byggja upp sína heri. Það tekur allt tíma, tekur mörg ár að gera það, að þjálfa hermenn og með þess að Þýskaland búið að afnema, sko, þú veist að Evrópusambandið gerir ákveðnar kröfur það hvað opinberar skuldir megi vera og hvað megi vera mikill fjárlagahalli. Þýskaland búið að sínu leyti búið að afnema þessar reglur hjá sér
vegna þess að þeir þurfi að geta haft meiri fjárlagahalla og hærri opinberar skuldir vegna hernaðaruppbyggingar. Auðvitað geta einstök þjóðríki styrkt sig eins og Bretland og Frakkland og Þýskaland sem eru stærstu löndin, þau geta styrkt sig og það er líka sagt, varaforseti Bandaríkjanna tala líka það að þessi lönd verði líka geta farið að státt eigin samskipti við Rússland, diplomatískum samskiptum og geta varið sér sjálf og verða að geta gera þeir Bandaríkjanna þurfa að beita sér á öðrum stöðum. Auðvitað geta þau unnið saman en það er líka reynslan sýnir líka það að þegar að Þýskaland til dæmis fyrir að keppa völd við hinn löndin og það er stærsta landið og það var eina ástæðan fyrir því að það var svo mikil andstæða við sameiningu Þýskalands að því landið er það stórt í samanburði við hinn löndin, kerfið og svo fólksfjöldi líka, að það gætu orðið spenna á milli þessara landa. Og ég sé það líka sem möguleika. Þannig að þú ert ekki viss að það takist að búa til svona einhvern sterkan ás til þess að verða sá grunnur sem að þarf til þess að Evrópa verði sameinuð og sterk í þessum hverfula heimi. Evrópa getur styrkt sig hernaðarlega. Evrópa náttúrulega er sterk efnahagslega. Ég meina, þetta er ríkasta álfa í heiminum. Þetta er rík álfa, en það hefur verið lítill hagvöxtur og löndin sem þessi nýju aðildarríki hafa ekki náð hinum löndunum. Til dæmis tekur Eystrasaltsríkin, þau eru ennþá langt á eftir Finnlandi og Svíþjóð og Danmörku efnahagslega. Það hefur orðið eitthvað hægur hagvöxtur þarna, skuldsetningur orðin töluvert mikil. Þegar að það verður farið að tala að auka hernaðarútgjöld svona mikið, eins og það verður að tala þá þarf að fara að taka það einhvers staðar frá og þá er þetta að gera það með aukinni skuldsetningu og meiri halla á ríkissjóði. En það er líka að gera það með því að skera niður velferðarkerfi, eins og Þýskalandi með töluvert öflugt velferðarkerfi. Velferðarkerfið Þýskalands er sennilega það sem er upprunnin af velferðarkerfið Norðurlandana og það kostar peninga að reka það og það er hægt á því að það verði þjarmað meira og meira að þessi kerfi verði veikari vegna þess að það þarf að nota peningana í aðra hluti og þá getur orðið pólitískur óstöðuleiki. En ég er ekkert ómærslega bjartsýnn á þetta. Evrópusambandið er 27 þjóðríki, þau eru með ólíka hagsmuni og þau þurfa að efla sig hernaðarlega það sem þau þurfa fyrst og fremst að gera að til lengri tíma litið, og ég veit að það er erfitt að tala þetta, en til lengri tíma litið þá þarf að vera einhvers konar leið til þess að tala við Rússland þannig að sé hægt að semja hlutina og leysa hlutina með diplomatískum leiðum líka. Það er fjarlægt kannski að tala það núna, en það þarf að vera og það er líka, það þarf einhvern tímann að koma svo staða að í öryggismálum þá sé Rússland inn í Evrópupakkanum. Rússland er fjölmennasta ríkið, 140-150 milljónir manna. Við sjáum hvernig Úkraínstríðið hefur farið þó að Evrópa og Bandaríkin hafi sameinast að hjálpa Úkraínu með nýjustu vopnum og tæmt hjá sér vopnabúruna víða að það hefur ekki tekist að sigra Rússland á vígvellinum og það þarf einhvern veginn að reyna að finna leið til að tala við Rússland og eiga samskipti. Það kannski verður ekki góð samskipti en reyna að lágmarka líkurnar átökum og mér finnst það ekki hafa verið gert og þú sér það til dæmis að þegar Trump verður forseti og ég er enginn aðdáandi Donald Trump að þegar hann byrjar leið og hann verður forseti að reyna að semja og tala við Rússa, hann byrjar mjög fljótlega það er ekki liðnir 100 dagar innan 8 dagar liðnir, það er ekki Putin en hann byrjar að senda sendimann til Úkraínu til þess að reyna að semja og tala við þá. Fyrir Evrópu er þetta algjörlega má ekki gerast. Þá má ekki tala við Rússa, það þarf að byggja og fá vopn og Bandaríkin þurfa að koma þarna inn með vopn og það þarf að berjast og þá ekki að tala við neitt og þá að sigra viðkomandi á vígvöllum, jafnvel þá landið sér kjarnorkuveldi. Þetta er óraunhæft, þetta er til lengdar. 140-50 milljóna land hverfur ekki, það verður að ná fram og við þurfum að finna einhverja leið til þess að lifa með þessu landi, hvort sem okkur líkar það betur að vera. Og auðvitað er alveg eðlilegt að stóru Evrópuríkin vilji byggja upp sína heri og styrkja sínar varnir eins og staðan er í dag. En það er bara hluti af lausninni
það þarf að tala við aðila og ég held að varandi, þó ég sé ekki þetta aðdáandi Donald Trump, að þá allavega hann byrja strax að tala við aðila, en vandamál við það að ef hann komið eitthvað samkomulag, Steve Witkoff komið eitthvað samkomulag, eitthvað draugasamkomulagi, þá verður hann að fá Úkraínu með sér og Evrópu með sér, hann ekkert að fá Evrópu með sér. Og þessi allra síst Úkraínu og þá náttúrulega spurningin og Úkraínumenn náttúrulega ef að þeir vilja berjast áfram þá verða þeir að fá að gera það að vísu náttúrulega veit maður ekki hvað almenningur Úkraínu vill núna svo mikið ég veit því þetta hafi ekki farið frá kosningar vegna stríðsins en ef Úkraínumenn vilja berjast áfram það sem Trump hefur sagt við það bara hreinlega að tíminn ekki að vinna með ykkur hann sagði við í frægu fundi með Zelensky you have no cards, sagði hann alltaf með hann segir bara það að það hans mat og náttúrulega Donald Trump að fá briefing hann að fá upplýsingar frá sínum herforingjum að það halli á og auðvitað eðlilegt að landi sem hallar á vilji vopnalýs sem Rússar vil ekki veita þannig að þetta óttalega mikið sjálfvelda svo líka annað að jáfnvel þó Zelensky í sínu höfði sé tilbúin að gera einhverjar málamiðlanir að þá ekki víst að hann myndi lifa það pólitískt í landinu að gera málamiðlanir þannig að þú tafst að tala þjóðernishyggju og þjóðernisstefnu og það mjög sterkt í Úkraínu núna. Það til aðilar í kringum hann sem vilja ekki láta 1 fermeter af hendi af Úkraínu sem alveg skiljanleg afstæð. Ég myndi ekki vilja láta 1 fermeter af Íslandi af hendi sjálfur. Þannig ég skil það afstöð að það stríðið heldur áfram og hættan svo að það verði enda meira að tapa á þessu. Það spurningin, hægt að finna einhverja leið til að lágmarka þetta tjón? Það er komin ljós, Hilmar. Við fylgjumst með og ég fæ kannski að slá á þráðinn aftur þegar við erum búin að ná símasambandi við Akureyri. Við þurfum ekki alltaf að bíða eftir því þú komir í bæinn. Endur það. Þakka það kærlega fyrir. Kærar þakkir. En við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að skilja hérna heim og þetta samfélag og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is